Þorgeir, þetta stór undirskrift fyrir svæðið og landið náttúrulega. Algjörlega, þetta gott dæmi það hvernig hægt að styrkja nærsamfélagið með svona mikilvægri framkvæmd en leið allt samfélagið í heild sinni og leið undirstrika að við Íslendingar erum öflugir bandamenn þegar kemur að því að sinna ákveðinni þjónustu á annars mjög mikilvæg svæði sem Norður-Atlantshafið. Suðurnesin þjónustuðu Keflavíkur flugvöll og varnarliðið í meira en hálfa öld, þannig að þetta koma svolítið tilbaka meira? Svo ég spyr bara beint svona. Já, starfsemin mun ekki minnka, bara þannig að ég segi það og þetta svæði réttilega eins og þú segir að mínum að algjört lykil svæði fyrir okkur núna í þeirri uppbyggingu sem þarf að eiga sér stað. Við erum að, eins og við segjum, Helguvík að olíubirgðastöðin, við erum að fara af stað núna. Það þarf að halda áfram að byggja upp á öryggissvæðinu á Keflavík. Þannig að já, þetta algjört lykilsvæði fyrir öryggi og varnir landsins ef ég bara tala út frá því. Hvað með starfsemina á öryggissvæðinu, þú veist, hún að bara halda áfram að stækka eða? Já. Það bara einfalt svar að hún verður að stækka. Við höfum gert okkur far það og ég mjög stolt af því að allar þessar flugsveitir sem hafa komið hingar í loftrýmisgæslu, ég ekki viss að fólk átti sig á því að þessar þjóðir, hvað sem það Spánn eða Tékkland eða Finnar eða hvað þjóðir sem hafa komið núna á þessu ári sem ég hef verið, að þær eru að leggja milljarða í því að flytja hér hergögn og flugvélar og alls konar til þess að æfa sig á þessu svæði og þá leggjum við okkur fram með það að vera þessi framúrskarandi gestgjafi, þessi þjóð sem að sinnir því sem að þarf að sinna og þá þurfum við að byggja hér upp innviði. Það þýðir það að við þurfum til að mynda að halda áfram samhliða uppbyggingu Bandaríkjahers utanum P-8 kafbátaleitavélarnar að við þurfum þá að sinna því sem að tengist innviðum þannig að þær geti verið hérna. Þannig að þetta hluti af því sem að við sem aðildarríki NATO getum gert. Við erum herlaus þjóð og ætlum að vera það áfram en við erum þjóð með ríka af ábyrgðarkennd. Þannig að forsvarsmenn Atlantshafsbandalagsins þeir náttúrulega tala mikilvægi staðsetningarinnar hér. Já, algjörlega. Okkar mesti styrkleiki þessi landfræðilega lega. Staðan okkar og mikilvægi hefur síst minnkað núna undanförnu og því miður það þannig að Rússar þeirra fókus á Norður-Atlantshafið og norðurslóðir, hann hefur ekkert minnkað þrátt fyrir hræðilega stríðið í Úkraínu og við erum meðvituð það, bæði sem NATO-ríki en NATO í heild sinni líka, þannig að þess vegna eru til að mynda Þjóðverjar, og ég nýbúin að skrifa undir viljayfirlýsingu Þjóðverjar að hugsa að koma hér meira með ýmsa starfsemi og þá erum við tilbúin. Það okkar hlutur að vera tilbúin og sýna það að við erum þessi verði í bandamaður sem við höfum verið í NATO. Helguvík náttúrulega var til og grunnurinn til, þannig að þetta liggur beint við að halda áfram uppbyggingu þar í tengslum við þetta. Já, mér finnst það blasa við að svo sé. Það ekki tilviljun að þetta ákveðið hér. Fólk getur sagt út frá einhverju pólitísku þrýstingi, það líka einfaldlega verið að meta ekki bara landfræðilega legu landsins, heldur líka þessar hafnar hér í Helguvík og þetta svæði, þannig að Suðurnesin að mínum að spila hér lykilhlutverk í því að tryggja varnir landsins en líka það að sýna fram á hversu öflug við erum innan NATO í alls konar þjónustu og starfsemi. Þetta mann finnst að liggja í loftinu að þetta bara eftir að aukast á næstinu og þannig að samstarf ríkisvaldsins við þetta svæði, það náttúrulega liggur löftinu að það sé að fara aukast á næsta árum. Já, mér sýnist að svo vera og við vitum það og við erum með ákveðið hættumat í gangi, við erum með umræði núna varnar- og öryggisstefnu og allt dregur þetta fram að við þurfum að gefa á ákveðnum sviðum en á móti kemur að þetta svið sem við sjáum að nýtist ekki síst í borgaralegu tilgangi. Að efla landhelgisgæsluna mikilvægt út frá öryggi og vörnum en það ekki síst út frá öryggi sjófarenda. Ég hef sagt það alveg eindregið að ég vil sjá þyrlu fyrir norðan sem að tryggir öryggi innan ferðaþjónustunnar, sjófarenda en síðan líka að gefið merkið við Íslendingar verið tilbúin og líka að gera það sem þarf til þess að þjónusta þá sem að hinga að koma.
Við sjáum líka og ég hef verið að benda á og fleiri að Keflavíkurflugvöllur og uppbygging hans, þetta var allt gert í gegnum mannvirkjasjóð NATO en fyrst og síðast það þessi borgaralega starfsemi sem að nýtur góðs af því. Þannig að þetta fer vel saman en við þurfum að hafa augun á boltanum og halda áfram. Aðeins varðandi landhelgisgæsluna, það eftir því sem maður heyri svona smá stopp á varðandi uppbyggingu og stækkun hafnarinnar í Njarðvík. Ertu með það mál eitthvað á taktinu? Ég vil kannski lítið tjá mig það akkurat núna. Þetta náttúrulega á borði landhelgisgæslunnar og dómsmálaráðuneytisins en ég hef enga síður sagt að við þurfum að skoða hvernig við getum elt gæsluna og hluta því kann að vera einmitt þessi staðsetning hvar hún með sína kjarnastarfsemi þegar kemur að hafinu og höfnum en eins og heyrir þetta ekki komið það langt að við getum sagt alveg ótrúlegt hvernig þetta verður. Ég fyrst og síðast að einblína á það hvernig við getum elt okkar öryggi og varnir og þessi frábæra undirskrift hér vegna Helguvíkur og olíubirgðastöðvanna liður í því.